Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Merstudóttir og borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands og hjá mér einnig Laufey Ólafsdóttir og í dag ætlum við að ræða málefni eldri borgara og það eitthvað sem við höfum ekki rætt mikið hér í þættinum en við leggjum áherslu á að ræða þau málefni sem þarf að kafa dýpra í og fá ekki nægilega mikla umfjöllun svona í meginstraumsumræðu og jafnvel í fjölmiðlum og við vitum það að málefni og staða eldri borgara oft mjög slæm en við erum ekki eldri borgarar og hingað til okkar í dag eru komin þau Haukur Arnþórsson og Sigrún Unnsteinsdóttir en nýlega fóru fram kosningar til stjórnar í félagi eldri borgara og já, kannski ef við byrjum aðeins á þér Haukur og ég spyr þig út í áherslur þínar. Þú varst að bjóða þig fram sem formaður í félagi eldri borgara í Reykjavík og mig langaði svona að spyrja þig þínar áherslur og hvernig það gekk og hvernig svona þú skynjar kannski að þessum áherslum hafi verið tekið. Ef ég gef orðið til þín. Já, þakka þér fyrir. Það ég lagði nú fram þrjár aðalástæður, þrjú aðalstefnumið. Það í fyrsta lagi að takast á við fátækt sem ég taldi að vera langmikilvægast. Það má samkvæmt þeim gögnum sem ég vann fyrir 2 árum fyrir félag eldri borgara, þar sé rannsókn á kjörum þeirra, þá má telja að það sé 30% eldri borgara með undir framfærslumörkum og þar af gætu verið svona 20%, 10-20% sem eru í sára fátækt og það náttúrulega sérstaklega hópurinn sem ekki á húsnæði en þeir sem eiga skuldlaust húsnæði sem stærstu hluti eldri borgara, hann stendur miklu betur. Þannig að fátæktin var númer 1. Númer 2 voru skerðingarnar sem á sumu leyti mjög slæmar af því að þær ganga svo langt niður, þær koma niður á láglaunahópum. Það er að segja láglaunahópur var í rauninni greitt tiltölulega lágt gjald af sínum launum í lífeyrissjóði af því að þeir hafa einfaldlega verið lágt launaðir. Þá eru þeir líka lágt launaðir þegar þeir eru eldri borgarar og frá lífeyrissjóðunum. Og þeir lenda í skerðingum og þetta eru kvennastéttirnar og kennarar, hjúkrunarfræðingar, verslunarfólk. Og í þriðja lagi lagði ég áherslu á tengslin við verkalýðshreyfinguna og þar á ég við tvennt. Það annars vegar að eldri borgarar vantar samningsaðila og það ekki alveg óeðlilegt að verkalýðshreyfingin semji fyrir hönd þeirra sem hætta störfum hjá þeim og það þá við ríkið og lífeyrissjóðina sem væri það samningsaðilar. Og hins vegar ekki óeðlilegt að þeir sem hætta störfum fái aðgang að sjóðum verkalýðshreyfingarinnar. Og það þannig að á tímum nýfrjálshyggjunnar þá hefur ekki verið hægt að bæta félagsmálakerfin á Íslandi. Þau hafa jafnvel frekar dalað á síðustu 20-30 árum og hins vegar hefur verkalýðshreyfingin byggt upp félagsmálakerfi í samningum og með alveg gríðarlegt fé. Það má segja að þetta séu skattar á fyrirtæki. Þetta eru 4% af heildarlaunum sem renna í sjóði verkalýðshreyfingarinnar. Þetta eru sjóðir eins og orlofssjóður, starfsmenntunarsjóður, sjóður fyrir félagsstarfsemi og námskeið og virkniþjónusta, til dæmis virk greidd af þessu og maður geta þurft á endurhæfingu að halda þó að sé ekki starfsendurhæfing. Og þannig að ég lagði áherslu á samskiptum við verkalýðshreyfinguna og reyna að fá hana til þess að bera einhverja ábyrgð á kjörum fólks þegar það lætur að störfum. Já, því að eftirlaunafólk hefur unnið oft í langan tíma og síðan komið í mjög erfiða stöðu. Hefur kannski greitt í verkalýðsfélag í 4 áratugi. Og já, þetta þessar tölur sem þú nefnir með fátækt og svo sára fátækt og sérstaklega maður hefur miklar áhyggjur af
eins og nefnir með kvennastéttir og ég líka ofta að velta fyrir mér konur sem að hafa verið að halda kannski heimili lengi, sem náttúrulega full vinna og hafa kannski ekki farið út á vinnumarkað og eru síðan orðnar eldri borgarar og hafa þá kannski ekki rétt í. Já, það er ein ástæðan þess að menn eru með lítil lífeyri og sérstaklega eldri konurnar sem þá voru konur lítið út á vinnumarkaði þegar þær voru ungar og það er ekki síst þá hópur. Þessa stöðu þarf heldur betur að bæta. Já. En Sigrún, þú varst að bjóða þér fram til stjórnar, ef það ekki rétt, og hvernig voru margar konur þarna í hópnum þar? Já, það voru sem sagt 7 stjórnarstörf laus sem var kosið og við vorum 15 sem buðum okkur fram og það voru 12 menn og 3 konur. Og það svolítið duglegur kynjahalli. Og ég gladdist þegar ég sá, ég las það sem að Ingibjörg nýi formaðurinn okkar skrifaði einmitt það að hún vildi valdefla konur. Og hún vildi sem sagt að því að eftir því sem skilst að þá eru fleiri konur í félagi eldri borgara heldur en karlmenn og ætti þar að leiðandi allavega að vera helmingur af þeim sem við bjóða sig fram. Þannig að það mætti alveg skoða þetta betur að valdefla konur og virkja þær og hún var einmitt að tala alls konar námskeið og Zoom námskeið og svona, mér finnst mjög flott margt sem hún að tala að gera. Og hún ætla líka að hafa viðtalstíma. Þannig að fólk getur bara hringt í hana og bara spjallað og svona heyra í félagsmönnum. Og ég hef mikinn áhuga á þessu félagi og ég hef mikinn áhuga einmitt á að valdefla þá sem að vinna mega sín og svona. Þannig að það getur vel verið að ég komi eitthvað þarna upp eftir og eitthvað að heimsækja ykkur og svona komi með hugmyndir þó ég sé ekki í stjórninni, haukur. Það væri gaman að fá að fylgjast með og þannig að þetta bara málefni sem að brennur á mér. Já, ég ætlaði kannski aðeins að spyrja þig, Sigrún, því að nú komst þú ekki inn í stjórnina en getur kannski sagt okkur aðeins frá þínum baráttumálum? Ég er náttúrulega alin upp í svona basli eins og margir Íslendingar að ég náttúrulega kemur stóri fjölskyldu og svona fólki mitt var mikið kratar svona og ég hef bara alltaf verið með ríka réttlætiskennd en ég hef aldrei verið ég hef alltaf verið pólitísk en ég hef aldrei verið í flokk fyrir núna. Ég var einn af stofnendum Sósíalistaflokksins og þá loksins svona fann ég svona einhvern veginn með heima einhvers staðar. Ég náði einhvern veginn aldrei neinu svona sambandi við þessa stjórnmálaflokka í gegnum árin. En ég hef alltaf verið pólitísk og alltaf fylgst með pólitískri umræðu og svona hef alltaf haft áhuga á réttlátu samfélagi og mér finnst að eldri borgarar eigi skilið áhyggjulaust ævikvöld, bæði fjárhagslega og félagslega og ég hefði viljað stuðla að því með allskyns ráðum. Já, þetta einmitt því að þetta eitthvað sem að við erum oft svolítið ómeðvituð með þegar alveg bara þangað til heldur kemur að því að við verðum eldri borgarar og þú veist, maður svona hugleiðir að það er kannski skammarlega lítið sem maður veit í raun og veru fyrir en, já, ég held að svona fyrstu tengsl fólks við málefni eldri borgara eru kannski þegar ef þau þurfa að hugsa foreldra eða eitthvað svoleiðis. En ég held að fram að því er þetta eitthvað málefni sem kannski fólk hugleiðir lítið. En það er svona hitt og þetta sem maður hefur heyrt í að því að Haukur myndist á tengsl við verkalýðshreyfinguna sem er náttúrulega bara mjög mikilvægt og ég var aðeins að velta fyrir mig líka með öryrkjum. Þeir eldri borgarar sem hafa verið öryrkjar, ég hef heyrt að þeir lendi svolítið illa í skerðingum og svoleiðis. Jafnvel að þeir missi eitthvað af, þeir eru raun og vera hætt að vera öryrkjar þegar þeir eru orðnir eldri borgarar. Er þetta eitthvað sem að þið hafið kynnt ykkur?
Ekki ég, en Haukur, þú hefur örugglega kynnt þér þetta. Nei, ég hef mjög lítið farið inn í málefni öryrkja og en það er alveg rétt að þeir verða eldri borgari, þeir eru 67 ára og fara þá yfir á önnur kjör hjá Tryggingastofnun og það gildir svolítið annað en þá því að menn getur orðið öryrkjar tiltölulega snemma í lífinu, þannig að það er tvímælalaust sá hópur sem er kannski einna verst settur meðal eldri borgara. Það eru þeir sem voru öryrkjar áður og fóru af vinnumarkaði snemma. Já, einmitt. Þú varst líka að tala áðan tölur sem sagt fátækt meðal öryrkja. Er þetta stór, meðal eldri borgara fyrirgeð, er þetta stór hópur, Haukur, sem er sem sagt undir fátæktarmörkum? Já, það er það. Það er kannski 10-12.000 manns sem eru undir framfærslu viðmiðunum. Síðan hefur félagsmálaráðuneytið verið að tala 8.000 manns sem væri verst settur og þetta hefur ekki verið rannsakað nákvæmlega en sem sagt, þetta tengist verulega húsnæðismálunum. Þegar menn eru farnir að hafa svona lítið úr að spila og skiptir ofboðslega miklu máli hvernig húsnæðisöryggi er háttað. Já, líka mjög athyglisvert eins og kemur fram í skýrsluðinni, Haukur, er að þegar ert að greina eignastöðu og mér finnst oft eins og þegar að tala stöðu eldri borgara að þetta sé kannski í fjölmiðlum oft aldrei sett fram eins og eldri borgarar sé einsleitur hópur, en það náttúrulega er alls ekkert þannig og það er náttúrulega getur oft verið stéttskipting innan hjá eldri borgurum og það fer einmitt eftir því hvort að viðkomandi eigi fjármagn, eigi húsnæði eins og þú nefnir og það getur verið gríðarlega mikil svona stéttskipting og finnst þér þetta verið eitthvað sem er mikið talað innan hagsmunasamtaka að það sé svona þessi baráttumál sem að sé efst á baugi innan samtaka eldri borgara að það sé svona þessi viðurkenning og þessi meðvitund, til dæmis þegar maður hefur kannski séð tillögur hjá stjórnvöldum að fella niður fasteignaskatta eða fasteignagjöld á eldri borgara eða fyrir eldri borgara að þá veltir maður fyrir sér hvort að það þyrfti jafnvel sértækari aðgerðir sem að myndi þá ná til einstaklingar sem eru undir ákveðnum tekjuviðmiðum eða hvort að það ætti að gilda jafnt yfir alla sem eru 67 ára og eldri að því það er náttúrulega misjafnt eftir því. Sumir geta verið bara í mjög góðri fjárhagslegri stöðu og átt sína fasteign, átt sína íbúð jafnvel skuldlaust á meðan aðrir eru kannski bara á leigumarkaði og hafa alls ekkert gott eða búa jafnvel hjá börnum sínum og get ekki fara á leigumarkað. Já, þetta nú svolítið skemmtilegt sem þú ert að nefna. Sko í rauninni þá eru stjórnvöld með tvenns slags skyldur. Það eru annars vegar skyldur sem má leiða af stjórnarskrá ákvæði mannlega reisn og annað og hins vegar skyldur sem eru samkvæmt alþjóðasamningum efnahagsleg og félagsleg réttindi. Það sem er rauninni skylda stjórnvalda að allir hafi í sig og á eða lifi við einhverja mannlega reisn og síðan er skylda varðandi húsnæði. Og þegar við tölum þessar skyldur þá erum við náttúrulega bara að tala að athygli ríkis og sveitarfélaga eigi að beinast að þeir sem verst standa. Síðan erum við hins vegar með norrænu kerfin, félagsmálakerfin sem ganga til allra og það til dæmis ellilífeyri á Norðurlöndunum er jafn á alla svona sem megin regla og hann var það hér þegar lífeyriskerfinu var komið á og það er sem sagt réttlætingin fyrir því að allir fái jafnt. Hún er svo að allir greiði eftir getu með þeir eru á vinnumarkaði og það er að það sé stighækkandi skattur og þeir sem eru hálaunafólk þau í rauninni borgi mjög mikið til ríkisins alla ævi og fái síðan það sama og aðrir í lífeyri og það
við þekkjum svona kerfi eins og til dæmis sjúkratryggingar. Sko, ríkimaðurinn við hliðina á fátæku konunni í apótekinu, hann borgar jafn mikið fyrir lífið. Þannig að við höfum þessa norræna nálgun líka. Og ég hef talið að það kerfi sem við erum með fyrir eldri borgara sem í lögunum almannatryggingar, það í rauninni bara kerfi félagslegrar aðstoðar vegna þess að fjórðungur eldri borgara fær ekkert út úr því, fjórðungur eldri borgara sem hæst launaður. Og ég tel að við höfum að vera annars vegar með ákvæði í almannatryggingum að allir fái eitthvað. Í Bretlandi þetta 60.000 á mánuði og það svona nálægt því sem Píratar hafa talað með borgaralaun eða voru borgaralaun í Finnlandi. Á Norðurlöndunum þetta hærra. Á Íslandi voru þessar almannatryggingar 130.000 1967 þegar lífeyrissjóðskerfinu var komið á, eða þess að jafngildir 130.000 í dag. Það engin ástæða til þess að auðvitað fólk var að fá 246.000 eða 300.000 eins og sá sem stendur illa, en það að segja almannatryggingakerfi sem gefur eitthvað og hins vegar þá þurfum við kerfi félagslegra aðstoðar og það þarf að styrkja það mjög verulega. Þannig að við þurfum bæði, en það meðal í samtökum eldri borgara, það þetta alltaf deilur þarna á milli og menn að búa til ágreiningu og segja að láta eins og eitt útiloki annað, en það ekkert eitt útilokar ekki annað og ég hefði viljað að kjarabarátta eldri borgara sé þríþætt. Það að segja að allir hafi einhverja almannatryggingar, það að segja þessi öflug félagsleg aðstoð og í þriðja lagi að verkalýðshreyfingin taki þennan hóp upp á sína arfa. Og ég tel að þó þetta séu ólík markmið, þá getur þau vel verið sameiginleg og þau getur raunverulega sameinað þá sem standa illa og þá sem standa vel. Já, mér langaði aðeins að koma inn og kannski og kannski varpa til þín, Sigrún, því ég veit að þetta svolítið svona hjartarsmál fyrir þig og það að ræða svona félagslega einangrun eldri borgara. Því ég veit að þetta mál sem að þú settir á oddinn, að efla svolítið svona félagslega þátttöku. Já. Þegar það sem ég vissi félag eldri borgara þegar ég var 60 var að þeir voru með alls konar skemmtilega ferðir til útlanda og svo afsláttarkort eða afsláttar svona bók í búðir. Og það svolítið gaman að því að þú veist, ég náttúrulega þekki fullt af fólki og þekki fullt af fólki sem ágætlega sett peningalega, sem alltaf með afsláttarkortið og bara bókina, bara í bílnum og afsláttarkortið í veskinu og alltaf að biðja afslátt alls staðar að því að sé félag eldri borgara. En þetta svolítið skondið vegna þess að þeir sem að manni finnst þurfa að velta hverju krónu fyrir sér, þannig að sé meiri skömm hjá þeim að nota þetta. Það eins og þau vilji borga fyrir það sem þeir að kaupa, þetta eitthvað spurning eitthvað stolt eða skömm, veit ekki alveg hvað það en þeir sem að eiga alveg pening til að borga fyrir hlutina, þeir eru meira að veifa þessum afsláttarkortum. Og ég veit ekki hvort það hefði verið gerð vísindalega rannsókn á þessu, en það verið gaman að því. En það sem að ég hefði viljað gera ef að ég hefði komist inn í stjórn og kannski held ég bara áfram að móta það, væri kannski að virkja meira þetta fólk sem á undir högg að sækja, virkja það meira inn í félagið og gera þá eitthvað með því og virkja það meira og hjálpa því til að fá fram betra líf. Já, við mitt efla þessi félagslegu tengsl líka sem Já, efla félagslegu tengslin, rjúfa einangrunina og það sem hún var nú líka að tala hún Ingibjörg að í COVID að þá var það voru þessi sjálfboðaliðar sem að tóka sér að hringja í fólk til að rjúfa einangrunina og það bara heppnast svo vel að það eitthvað vilji jafnvel að móta það eitthvað áfram. Það finnst mér mjög flott. Já. Það eins og þú ert að segja, það eins og fátækjahópurinn skili sér miklu verr inn í félagið og við sáum til dæmis á aðalfundinum daginn að það var ansi mikið af rík fólki sem mætti hjá félaginu og ekki það sé ekki ágætt
forstjórar, gamlir heildstöðvar, gamlir alþingismenn og svo framvegis og gamlir háskólaprófessorar og það ágætt og þetta fólk notar afsláttarkortið en það vantar miklu meira að fátæka fólkið sé þarna með og það tengist kannski þessu sem þú varst að segja skömmina. Í rauninni það svo að það eru margir sem vilja að hagsmunamál eldri borgara nái til stærri hóps en hann hefur gert. Það að segja það alveg frá 55 ára aldri sem það þannig að ef menn missa vinnuna þá ekkert víst fái vinnu aftur. Það að segja menn þurfa virkilega að fara að passa sig á vinnumarkaði þegar þeir eru farnir að nálgast 60 að missa ekki vinnuna. Og það ekki þannig klippt og skorið í raunveruleikanum að menn hætti allir að vinna 67 ára eða 65 ára eða 70. Og það engin ástæða til þess að svo sé. Sumir hætta kannski tiltölulega ungir og aðrir vilja endilega vinna til áttræðis og geta það. Og það margt í sambandi við eldri borgara og þessa aldursdreifingu sem kallar í rauninni á það að almannatryggingakerfið sé verulega endurskoðað. En það sem að þetta yngra fólk, það virðist skamma sig fyrir eða getur ekki samsamað sig því að vera eldri borgarar. Þegar þú 58 og missir vinnuna og færð aldrei vinnu aftur, þá ferð ekki félag eldri borgara fyrir þú að nálgast 70. Og þeir sem hafa verið í forsvari fyrir félag eldri borgara eru yfirleitt á áttræðisaldri eða níræðisaldri. Og það oft fólk sem búið að missa ákveðin tengsl við þjóðfélagið og vinnumarkaðinn og það gríðarlega brýnt fyrir eldri borgara að yngra fólk komi inn og taki þátt í þessari baráttu. Já, því að það einmitt annað sem að kannski þetta sem sagt miðast félagsaðildin þá við hvað 67 ára eða það? Næstu 60 í félaginu sko. 60? 60, já. Já, það átti eftir sko alveg 7 ár þar til að verða löggiltur allismellur og það var líka eitt sem að ég var náttúrulega viðurkenna, ég var grútspælt að hafa ekki komist inn og líka þegar ég kona og ég 63 ára, þannig að þú veist, mér fannst svona mínir starfskraftar hefði alveg getað nýst þannig inn, en það kannski næst. Já, og það ekkert sem stoppar fólk að vera virt í félaginu þó að það komist ekki í stjórn, eða ekki? Nei, ég ætla bara að vera virk í félaginu. Já, kannski. Og ég held einmitt líka að þetta áhugavert einmitt með þetta að akkurat fátækari hópurinn tekur ekki þátt. Af því að nú hefur verið svona bylgja, það hefur verið eins og MeToo-bylgjan og svona þetta hefur svolítið farið líka einmitt eins og til dæmis bara fólk að tala opinberlega að það glími við fátækt og fleira. En það kannski svona yngra fólk, þannig að þetta hefur kannski ekki náð nægilega vel til þeirra sem eru eldri og einmitt kannski með meira svona þessa rótgrónu skömm sem svo rosalega íslenskt fyrirbæri að varðandi einmitt efnahagslega stöðu að er eitthvað til í þessu? Að það sé meiri skömm hjá þeim sem eru eldri heldur en þó að þessi svona frelsun, ég kalla þetta frelsun af því að maður náttúrulega geta talað það sem vandræðilegt af því annars veit enginn af því að það til en hefur þetta ekki skilað sér kannski til eldri borgara? Ég held að þetta sé alveg nákvæmlega rétt hjá þér sko að sumu leyti fylgir gamla Ísland þessum eldri borgurum, sumu leyti standa menn í gamalli menningu eins og eðlilegt, það kynslóðamunur eins og alltaf sko. Og ég held að skömmin sé tvíþætt, nákvæmlega eins og þetta að segja, það annars vegar vegna efnahagsmála, vegna fjármála, að menn hafa mjög mismunandi fjárráð og hins vegar vegna aldurs, eins og ég var að nefna á það, til dæmis þegar ég bauð mig þarna fram núna í vetur, þá sögðu margir kunningjar minni við mig, jæja Haukur, ertu orðinn svona gamall? Og sko, jafnaldrar mínum datt ekki í hug að fara í þetta félag vegna þess að þeir eru alltaf ungir. Og þannig að skömmin kannski tvenns konar hins vegar af því að við erum að tala að þetta fólk berjist ekki fyrir hagsmunum sínum, málum sínum, þá hef ég orðið var við það þegar ég hef verið að kynna
þegar ég var að kynna skýrslunum mína, þegar hún var nýleg, 2018 og 2019, þá mættu á fundina fólk sem var mjög ánægt með þessa úttekt og maður heyrði töluvert harðan tón á þessum fundum. Fólk sem vildi að þeir hefði gert eitthvað, fólk sem sagði já, við höfum ekki tíma að bíða eftir 2 ríkisstjórnum. Við þurfum að fá einhverja aðgerðir fljótlega og við viljum að það sé tekið til hendinni. Þannig á þeim fundum fannst mér vera stemming fyrir því að fylla Austurvöll og gera kröfur, meðan til dæmis meðal kannski ríkra eldri borgara, þá finnum maður nú ekki fyrir þeim tóni. Þetta akkurat áhugavert, þessi tvöfalda skömm í raun og veru. Það eru aldursfordómar og svo fátæktafordómar sem kannski fólk að glíma við. Heldur þú, Sigrún, svo ég varpi til þín, þetta með kynjahallan hafi eitthvað með það að gera, að konur séu tregari við að viðurkenna að þær séu orðnar eldri borgarar? Já, það gæti verið hluti af því og svo náttúrulega líka bara, er einhver að fara að hlusta á mig eða ég náttúrulega hef ekkert verið í þessu eða hinnu og það er líka eitt af því sem Ingibjörg, nýji formaðurinn, ætlar einmitt að efla konur, valdefla konur og mér líst rosalega vel á það og ég held að við þurfum bara svolítið að gera starfið fjölbreyttara hjá félaginu og taka fleiri vinkla inn í félagsstarfið. Að ekki bara að vera með skákklúbb og ferðaklúbb og svona eitthvað og skákklúbb og ferðaklúbb og svo er dansiball á sunnudagskvöldum held ég. Og að víkka út svolítið starfið því að húsnæðið leyfir það alveg. Það er þarna salur sem tekur 120 manns upp á lofti sem er reyndar leigður út og allt í lagi með það að það væri samt alveg hægt að efla félagsstarfið eitthvað hluta dagsins og ég er alveg sannfærð að við getum gert betur. Það er alveg klárlega kynja vinkill í þessu. Það er tiltölulega nýgerst að konur séu svona hér um bil jafn vígar á vinnumarkaði og kallar og meðal þessa hóp sem núna eru eldri borgarar þá eru konur eins og við vorum að nefna í upphafi með miklu að jafnaði með miklu lægri lífeyrisgreiðslur en kallar og elsti hópur var lítið úti og það er í rauninni eftir því sem ég best veit bara hjá ríkisstarfsmönnum þar sem að konur frá makalífeyri eftir kallarna sína, kallarnir eru þá á góðum lífeyri og konur fá makalífeyri eftir að þeir deyja en það er ekki almennt á vinnumarkaði, það heldur er þá greiddur lífeyri í ég man ekki hvað, hálft ár eða 2-3 ár, það er svona tímabundin greiðsla þegar kallinn fellur frá og það er í rauninni þannig að það eru sérstök baráttumál fyrir konur í þessum aldurshópi til að rétta stöðu sinni. Þannig að þessi hópur er af mörgu leyti í gamla Íslandi þarna veitti ekki af MeToo-byltingu. Já, það er líka annað í því að þetta er eldri borgarar 60 ára og eldri, þannig að við höfum alveg möguleika á að virkja yngri konur sem að hafa víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og kunna tjá sig og kunna koma fram. Við þurfum bara að virkja þær til starfa. Og nauðsynlegt á að einmitt félagið endurspegli þann fjölbreytta hóp sem eldri borgarar eru. Já. Einmitt tryggi þennan svona félagslega og efnahagslega stöðuleika fyrir alla. Og nákvæmlega. Getur einmitt verið stressandi kannski að mæta á fund ef að það eru áhyggjur af miklu og einhverjir að mæta á sem fyrsta fund og hugsa með sér kannski ég sleppi þessu bara og þekki engan og veit ekki hvað starfi snýst get ég eitthvað lagt til málana og ég les bara blaðið starfsemina eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er einmitt mikilvægt að þetta sé vettvangur þar sem að það er auðvelt að stíga inn í hann. Endurspegla þarfir allra. En þetta er búið að vera mjög áhugavert að heyra þessar áherslur og baráttan heldur áfram eins og ég heyri hjá ykkur. Hún er rétt að byrja. Hún er bara að byrja.
það þarf heldur betur að laga mjög margt. Já. Og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir koma til okkar og ræða þessi mál. Við getum örugglega rætt þessi mál í marga daga. Og já, Haukur Arnþórsson og Sigrún Unnsteinsdóttir, takk kærlega fyrir. Og Laufey Ólafsdóttir var hér með mér. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og þetta var Hin Reykjavík í dag. Takk fyrir.